Við erum það. Og það hljóð. Ekki? Byrjum það bara sem að byrja. Forseti áðist að setja þetta á dagskrá fundarins þegar hún var send út og ég biður þá kjörna fulltrúa sem eru sammála því að taka þetta málinu dagskrá og gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða þá fer þetta málinu dagskrá og þið endur hlaðið fundagáttunni hjá okkur. Þá kemur þetta inn á dagskrá. En á dagskrá þessar fundar er mál nummer 1, 50 ár frá Kópaskersskjálftanum. Númer 2 er ósk. Númer 8 er jöfnun atkvæðavægis og það er það breyting á kosningalögum sem er óskað eftir að fara hérna inn. Númer 9 er samkomulag fornminjaskráningu í Norðurþingi og númer 10 er ósk lóðasamning aðalbraut 24A og þá númer 11 ósk endurskoðunar lóðasamningi á aðalbraut 24 á Raufarhöfn og þá kemur númer 12 frístundastyrkir árið 2026. Ásins leggur til við byggðaráð að óska eftir því að hverfisráð Kelduhverfis og Öxarfjarðar að þau taki til umræðunum og þá með hvaða hætti verið best að það sé gert, en skjálftinn reið yfir þann 13. janúar 1976. Mældist 6,4 stig og átti upptök undir hafsbotni skammt undan Kópaskeri. Miklar skemmdir urðu á húsum á Kópaskeri, vass- og holræsalagnir rofnuðu og voru íbúar fluttir brott í norðan Stórhríð við illan leik. Og byggðaráð þakkar heilinu fyrir að vekja máls á málinu og vísar því til hverfisráða Kelduhverfis og Öxarfjarðar til umræðu og tillögu rétt gerðar. Og það er sveitarstjóri sem ætlar að byrja að tjá sig þetta mál. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með Hjálmar. Mér finnst mjög viðeigandi að við séum hérna í skólahúsinu á Kópaskeri að þessu tilefni og þetta sé fyrsta málið á dagskrá. Ég ætla að þakka Helenu formanni byggðaráðs fyrir að vekja máls á þessu sem hún gerði fyrir ári síðan og þetta var bókað sem sagt í byggðaráði að vísa til hverfisráðanna að undirbúa svona með hvaða hætti var hægt að minnast þessa viðburðar. Það fóst hins vegar fyrir innanhúspóstur hjá okkur fór á rangan aðila þannig að þetta fór ekki beint til hverfisráðanna á þeim tíma. En atvinnu- og samfélagsfulltrúin okkar hérna í Öxarfjarðarhéraði, hann er búinn að vera að vinna að þessu í samstarfi við Skjálftafélagið og þið hafið kannski séð það í fjölmiðlunum þann 13. janúar síðastliðina þá var viðtöl og hefur verið að birtast viðtöl við fólk sem lenti í þessu, unga fólkið á þeim tíma og þann morgun var einnig viðtal við Anna Lovísu sem er fyrir Skjálftafélaginu. Ég ætla að nota tækifærið núna og hvetja ykkur til þess að fara í byggðasafnið á Snartarstöðum og sjá uppsetninguna á Skjálftasetrinu þar. Þetta er búið að vera hérna í skólahúsinu og skólahúsi sem er ekki í fullri notkun hjá okkur. Þetta hefur ekki verið fylgt kannski nægilega vel eftir af því að húsið er ekki í reglulegri notkun. En það er búið að gera mjög skemmtilega sýningu á byggðasafninu á Snartarstöðum og það stendur núna til og þau eru að vinna að því Skjálftafélagið og atvinnu- og samfélagsfulltrúin í samráðum við hverfisráðin að minnast þessa viðburðar betur í sumar þegar það verður sólstöðuhátíð hér á Kópaskeri og einnig er verið að ræða að hafa mögulega einhvern viðburð í Kelduhverfi því að þar var náttúrulega mikil áhrif líka þegar skjálftavatnið myndaðist og kom undan snjóum í apríl þetta ár, 1976. En bara, mér finnst, ég ætla að endurtaka bara þakkirnar til Helenu fyrir að við skulum vera að fylgja þessu eftir, því að sannarlega hefur þetta samfélag og samfélagið í bæði Kelduhverfi og Öxarfirði staðið í miklum stórræðum á þessum tíma. Það er svona kannski hægt að líka þessu svolítið við Grindavíkur skjálftan eða sem sagt eldgos og jarðhræringarnar á Reykjanesi þó að þær séu náttúrulega miklu langvinnari og fólk hafi þurft að vera lengur að heiman þar en hérna þurft að rýma þetta samfélag á þeim tíma. Katrín hefur lokið máli sínu. Helena hefur beðið orð. Gjörðu svo vel, Helena.
forseti. Já, ég tek undir það. Það er vel viðeigandi að vera hér á janúarfundi sveitarstjórnar á Kópaskeri og geta þá nota þetta tækifæri til að minnast þessa 50 ára liðin frá Kópaskersskjálftanum sem átti sér stað þann 13. janúar 1976. Við erum sennilega sjaldan jafn vannmáttug og smá og þegar við verðum fyrir áhrifum náttúruvár. Fæst okkar hér inni muna sennilega ekki eftir skjálftanum. Hluta okkar mann kannski eftir aðdragandanum eða því sem að fylgdi á eftir til að mynda skjálftatengda Kröflueldum sem þarna stóðu yfir og gosbjarma frá þeim jarðhræningum. Og við getum því mögulega einhverju leyti gert okkur í hugarlund hvað það var sem að íbúar upplifðu hér þannan dag. Skjálftinn sem mældist 6,3 stærð olli umtalsverðu tjóni á mannvirkjum og daglegu lífi hér í byggðinni. En áhrif hans voru ekki aðeins mælanleg í sprungum í húsum og brostnum innviðum, heldur einnig í óvissu, óöryggi og spurningum framtíð byggðarinnar. Þetta var atburður sem reyndi á samfélagið á margvíslegan hátt en sýndi líka hversu mikið traust, samstaða og hjálp sem yfir náungan getur skipt máli. Þeir sem reyndu þetta að fyrstu hendi munaði líklega en margir voru inni á heimilin sínum á meðan að skjálftinn reið yfir og reyndu að meta öryggi sitt á fjölskyldun sinna sjálfir. Strax við skjálftann þá var fólk að miklu leyti eftir á heimilin sínum hafði starfið með fjölskyldunum sinni og fyrstu klukkustundirnar eftir skjálftann þá hjálpuðust íbúar að kanna skemmdir og tryggja öryggi hvers annars. Engin formlegu brottflutningur fólks átti sér stað samkvæmt heimildum og voru íbúar sjálfstæðir í fyrstu ákvörðun sínu þar Í framhaldinu þurfti hluti íbúa að yfirgefa heimili sín vegna ótryggs ástands, húsnæðis og vegna veðurs og var það að miklu leyti vegna frumkvæðis þeirra sjálfra en ekki skipulags eða fyrirkomulags almannavarna þess tíma eins og við kannski þekkjum betur í dag og nærtækustu dæmin eru einmitt úr jarðhræringunum á Grindavík, við Grindavík og Reykjaneska eins og Katrín kom inn á hér á undan. Þetta undirstrikar hversu mikla ábyrgð samfélagið sjálft bar á fyrstu viðbrögðum. Samheldni, traust og gagnkvæm hjálp voru lykilstoðir á meðan opinbert skipulag og almannavarnakerfi höfðu enn ekki verið mótuð í það fyrirkomulag sem við þekkjum í dag. Ef sambærilegur skjálfti yrði nú hér á þessu svæði myndu viðbrögð vera mun skipulagri. Skjálftinn yrði greindur strax af Veðurstofu Íslands og íbúar fengju rauntíma viðvaranir í síma og gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla og sálfélagslegu stuðningur væri hluti af fyrstu viðbrögðum. Reynsla íbúa samfélagsins að Kópaskersskjálftanum sem varðveitt hefur verið til að mynda í viðtölum og endurminningu þeirra sem hér voru á þeim tíma og upplifðu skjálftana eigin raun minnir okkur á að það skiptir máli að samfélag sýni seiglu og samstöðu eins og íbúar á Kópaskeri gerðu. Við búum í landi þar sem jarðskjálftar og aðrar náttúruvár eru hluti af veruleikanum. Stundum bundið við veður eins og flóð af ýmsu tagi, en stundum óháð veðri eins og jarðhræringar. Okkar verkefni, bæði sem einstaklingar, samfélag og stjórnsýsla sveitarfélagsins, að búa okkur undir áhættu áður en atburðir eiga sér stað til að takmarka líkur á slysum á fólki og tjón á mannvirkjum og innviðum. En fyrst og síðast að byggja samfélag sem stendur saman þegar vá ber á höndum eins og íbúar Kópaskers gerðu. Helén hefur lokið máli sínu. Sofía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sofía. Forseti, kæru sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að rifja upp þennan dag. Það eru ekki margir hérna inni sem muna eftir þessum degi, ekki sveitarstjórnir, þeir eru svo ung. Það eru við Áki og kannski Beggi, veit það ekki. En 13. janúar 1976, þá er ég rétt orðin 10 ára, ótrúlegt en satt. Ég var mjög virkur krakki og aldrei heima hjá mér að lesa eða dunda eftir skóla, heldur var ég bara út til að leika. Þennan dag voru við nokkrir krakkar að leika okkur í brekkuna á milli Holtagerðis og Fossvalla, vorum á snjóþotum, vorum þar allan daginn, mjög skemmtilegt. Svo kom ég heim og fékk fréttirnar af þessum frábæra, því að öllum fórst þetta svo skemmtilegt að upplifa. Þessum svakalega skjálfta sem hafi orðið og sem hafi fundist mjög vel á Húsavík. Ég varð ofboðslega svekkt
að hafa ekki bara verið heima að lesa eða dunda mér og hafa þá fundið skjálftan heldur að vera út að leika mér á snjóþötu og fann ekki neitt. Og ég tala ekki daginn eftir því ég kom í skólan, þá voru allir svo dramatískir. Skólafélagi mínu höfðu fundið þetta og upplifað þetta. Ég man að hluta af bekknum, stelpunum, þær höfðu verið í saumum eins og var kallað og ein þeirra hafði stungið sig á nál af því að skjálftinn var svo svakalegur og þetta þótti mjög merkilegt allt saman. En mikið var ég sjálfsvegt að hafa mist af því að upplifa þetta. Nokkrum dögum síðar, ekki mörgum dögum síðar, þá ákvað pabbi minn, sem nú læknir á Húsavík eða var, að fara með okkur systkinin, mig og Þór bróður minn, hingað til Kópaskers. Þá var hann að fara á stofu, á læknastofu hér á Kópaskeri og ákvað að við hefðum eflaust gott að því að kynnast því hvað hafði gerst hér á þessu svæði frekar en að vera í skólanu þann daginn. Þannig að við fórum áleiðis með Bjössa Sig sem átti svona svakalega trukka því að það þurfti slíkan til þess að komast hingað til Kópaskers. Við keyrðum mjög lengi að því að ég man alla leiðina hingað til Kópaskers á þessum svaka bíl hans Bjössa Sig. Við þurftum að fara niður og upp úr sprungum vegna þess að það voru bara bráðabirgðaviðgerðir. Það var mjög sprungið svæði í Kelduhverfi sérstaklega, austan Hóls og að veggjum. Þannig að þetta var mjög mikil ævintýraferð. Við vorum hér bara í þorpinu, ég og Þór bróðir minn, ég 10 ára, hann orðinn 12 ára þá. Bara svona að skoða okkur skoða húsin og meðan pabbi var á stofu. Ég man eftir okkur sitjandi hérna niður á höfn, þar sem að höfnin var sprungin og við sátum og með fæturnar lafandi hérna niður í eina sprunguna. Okkur þótti allt mjög merkilegt. Og sjáu þið hvað ég hef grætt á því að fá að sleppa skóladegi þennan dag og fá að koma hingað til Kópaskers. Því að ég hefði einhvern veginn ekki kannski séð það fyrir mér þá að nú 50 ári síðar ætti ég eftir að standa hér í pontu sveitarstjórnar Norðurþings og rifja þetta upp. Né heldur hefði mig gruna það að ég ætti eftir að búa á þessu svæði, að búa í Kelduhverfi, að búa í Lindabrekku í húsi sem varð fyrir áhrifum þessa jarðskjálfta meðal annars. En svona er lífið. Man veit aldrei hvað gerist og hvaða áskoranir bíða manns. En mér finnst það ánægjulegt að við skulum vera hérna og rifja upp þessa viðburði og gaman að þetta skuli vera svona skýrt í hugamanns og í minningunni af því að ég var orðin 10 ára þennan dag. Soffía hefur lokið máli sinu, Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti sveitarstjórn. Ég ætla nú bara að nota tækifærið til að segja frá rannsókn sem er búið að vera að vinna og svo sem stendur hér er hluti af þessu rannsóknarteymi. En við höfum verið að skoða jarðskjálftann á Kópaskeri út frá áfallastjórnun og þessi atburður hefur ekki verið rannsakaður með þessum hætti áður og erum við að vinna með frumgögn og viðtöl við fólk hér á svæðinu og sem var hér á svæðinu og við munum halda því áfram þetta ár. En það sem er sérstaklega áhugavert að svona fyrstu niðurstöður benda til þess að viðbrögðin hafa ekki bara verið tæknileg eða skipulagsleg, heldur félagsleg og menningarleg eins og Helena kom inn á. Félagsauður, traust og samkennd virðist hafa verið lykilþættir í að endurreisn á þessu samfélagi og náði langt út fyrir Kópasker, meðal annars í áframhaldandi þróun á almannavarnakerfinu á Íslandi. En svona rannsóknir hjálpa okkur við að varðveita reynslu og styrkja viðbúnað og taka upplýstari ákvarðanir þegar samfélag stendur frammi fyrir svona náttúruvá. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu með leyfi varaforsta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, Kópaskersskjálftinn 13. janúar 1976, fyrir hálfri öld, 50 árum síðan, spenna myndast, jörðin skelfur og upptekin hérna úti í Öxarfirði. Átökin sem mitt mynda Ísland. En flekarnir sem við erum á reka sundur 1-2 cm á ári og skella svo saman og leysa úr læðingi kraftajarðar
og á örskotsstundu færðust jarðlög til marga metra. Spennan sem hefði safnast upp í áratugi losnaði á örfáum sekúndum. Einn öflugasti skjálfti í seinni tíma mælingum sem mælst hefur á Íslandi, 6,2 til 6,5 á Richter, og skjálftanum fylgdu hrinu skjálfta sem að tengdust eldsumbrotunum í Kröflu. Og blessunlega í þessum jarðskjálfta varð ekki manntjón. En það var mikið manntjón á mannvirkjum, hús sprungu, vatnsleiðslur og skólpleiðslur í sundur, bryggjan mikið skemmd og dæmum að hús hafi færst til alltaf 9 eða 10 cm. Fólkið yfirgaf þorpið sitt við illan leik í snjóstormi, þekkt jarðskjálftasvæði og þessi skjálfti markaði ákveðin þáttaskil í skilningi Íslendinga á jarðskjálftahættu. Einn lærdómur var sá að stærstu skjálftarnir á þessari eyju sem við búum á Íslandi, þar sem að landið er stöðugt að rifna í sundur, verða ekki endilega þar sem að eldfjöll rísa. Svæðið var rafmagnslaust og samgöngur röskuðust, óvissan var mikil. Var stærri skjálfti í vændum. Eftirleikurinn var krefjandi eins og hér hefur verið komið inn á. Endurbygging tók mörg ár og hafði og hefur enn djúpstæð áhrif á samfélagið og í kjölfar skjálftans var byggingarreglugerð meðal annars endurskoðuð og aukin áhersla á jarðskjálftaþol mannvirkja á Íslandi, sérstaklega þar sem að flekaskil liggja nærri byggð. Atburðurinn var ekki aðeins náttúruhamfarir heldur samfélagslegt áfall eins og hér hefur verið komið inn á og markaði tímamót á Íslandi þessa hættu sem við Íslendingar búum ávallt við og leið er hluti af sögu okkar og menningu. Það eru ógnir án fyrirvara. En samfélagið hérna á Kópaskeri, Öxarfirði og Kelduhverfi og út fyrir það eins og hér hefur verið komið inn og stóð saman þrátt fyrir þennan jarðskjálfta, kulda og óblítt veðurfar, lítið svefn og fólkið forðaðist að vera eitt. Lífið fór þess vegna út af öruggu heimili inn í sameiginleg rými hérna á svæðinu. Einmitt það varð til samstað sem hér hefur verið komið aðeins inn á. Nágrannar hjálpuðu stað og erfið ákvörðunartak hvað skyldi endurbyggja og hvað skyldi rífa. Skjálftinn skemmdi nefnilega ekki aðeins hús heldur setti spurningamerki tilvist þessa samfélags og það sjáum við einmitt núna í samtímanum eins og er að gerast og hefur verið að gerast í Grindavík. En Kópasker tók á sig nýja mynd þegar fólki sneri heim aftur, tilveran breyttist ekki viljans vegna heldur af nauðsyn. Áhrifin á land út fyrir hið sýnilega tjón, skjálftinn mótaði sjálfsmynd samfélagsins sem við getum í dag, flest okkar aðeins gert ykkur í hugalund hvernig var að upplifa. Tengsl fólksins urðu sterkari og skilningur til staðar brothætti byggðarinnar og styrk sömuleiðis. Afleiðingarnar urðu hluti af sameiginlegri reynslu sem að kynslóðir deila enn í dag. Og ég vil taka undir með sveitarstjóra að það er hægt að skoða muni og söguna sem nú bara að verða til núna á safninu hérna á Snartarstöðum, en áður var safni hér einmitt í þessu húsi þar sem við erum að funda í dag. En í endurreisninni fólst ekki aðeins að byggja hús á ný, heldur að byggja upp traust, framtíðarvon og samfélag sem hafði staðið af sér eitt mesta áfall í sögu þessa staðar. Og mig langar fyrir hönd sveitarstjórnar að leggja fram bókun sem ég ætla að fá að lesa upp. Þessa mundir eru liðin 50 ár frá Kópaskersskjálftanum eða þann 13. janúar 1976, einum öflugasta jarðskjálfta sem mælst hefur hér á landi. Skjálftinn átti upptök sín út í Öxarfirði og olli miklu tjóni á mannvirkjum og innviðum samfélagsins, þó manntjón yrði blessunlega ekki. Atburðurinn markaði tímamót til skilning Íslendinga á jarðskjálftahættu og hafði víðtæk áhrif á þróun byggingarreglugerða og öryggismála, en umfram allt var þetta samfélagslegt áfall sem reyndi á fólk við erfiðar aðstæður, óvissu og náttúruöfla miklum krafti. Við minnumst þess í dag hvernig samfélagið stóð saman í kjölfar skjálftans, í kulda, óveðri og eftirskjálftum og hvernig samstaða, segla og samhugur eru lykillinn að endurreisn Kópaskers. Reynslan lifir áfram í sameiginlegri sögu staðarins og minnir okkur bæði á brothætti byggðarinnar og styrk samfélagsins. Saga skjálftans er einmitt varðveitt á safninu á Snartarstöðum sem gegnir mikilvægu hlutverki að miðla þessari reynslu til komandi kynslóða. Og orðið laust. Sofía hefði beðið að gjörðu svo vel. Sofía. Forseti, mér datt í hug saga og ég varð að koma hérna upp aftur.
Því að í þessari ferð sem ég var að fara hérna til Kópaskers á sín tíma, þá sagði pabbi okkur sögu sem að ég rifjaði upp í gærkvöldi með honum og ég ætla að segja hana bara hér. Kannski eitt af því merkilegasta sem gerðist þennan dag, því að það eru jú 50 ár síðan að jarðskjálftinn skók þetta svæði, að það var svo staðreynd að Guðmundur Óskarsson læknir á Húsavík var hér á læknastofu þann daginn. Sjúklingur hafði nýfarið út af stofin hans og hann tók til við að diktera eins og læknar gerðu hér á árum áður. Þeir skráðu sem sagt viðtalið í svona mikrofón eða hvað maður kallar þetta, diktofón og sem hann er að tala í diktofónin rýður skjálftinn yfir. Þannig að upptakan er til af skjálftanum sem er mjög merkilegt. Því að í dag eru eftirlitsmyndavélar allstaðar og við sjáum þessa skjálfta gerast í myndavélum. Þarna var ekkert slíkt til. Þarna voru engir símar, farsímar en svoleiðis, en þetta er mjög dýrmætt upptaka sem að mér skilst að sé til hérna á safninu á Snartarstöðum. Vissulega varð honum illt við og brá við þetta og eins hjúkrunarfræðingnum sem að hljópa upp á næstu hæð til að huga börnum sínum. Þegar þau höfðu nú jafnað sig að þá fór Guðmundur að huga næsta sjúklingi og jú, hann hafði setið þar sali rólegur, beð á biðstofunni og Guðmundur sagði bara gjör svo vel næsti sjúklingur og hann kom inn. Þannig að það var allt eins eðlilegt og gat hugsast. Soffía hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það. Þá liggur semst fyrir þessi bókun bara í nafni sveitarstjórnar sem verður birt eins og hér er. Ágætt. Við förum þá í mál númer 2. Þar liggur fyrir tillaga. Það er ósk endurskoðun á virkjanakosti en undirrituð leggja til að sveitarstjórn óski eftir því við verkefnisstjórn rammaáætlunar að vindorkukostur á Hólaheiði, Notasteinn, verði endurmetinn og færður úr biðflokki í nýtingaflokk. Og þessu fylgir þessi greinargerð að vindorkukostur á Hólaheiði á jörðum Katastaða, Presthól og Efrihóla hefur verið til skoðunar nokkurt skeið. Umhverfismat og rannsóknir standa yfir. Í skýrslu starfshóps forsætisráðuneytisins atvinnumál og Húsavík og nágrenni er talið að orkukosturinn skili allt að 190 megavöttum. Verkefni spilar stórt hlutverk þegar kemur að uppbyggingu og nýrri línu milli Kópaskers og Þórshafnar Vopnafjarðar. Vindorkukosturinn styður við spennuhækkun Kópaskerslínu 1 úr 66 kV í 132 en slík spennuhækkun gerir kleift að mata 150 megawatt frá Notasteini inn á þá línu. Mögulegt væri jafnframt að mata alltaf 70 megawatt frá Kópaskeri til Þórshafnar Vopnafjarðar. Verkefni getur haft mikil áhrif á byggðaþróun, raforkuöryggi og samkeppnishæfni Norðausturlands og er mikilvæg viðskiptaleg forsenda Landsnets í mati á arðsemi nýrrar flutningslínu frá Kópaskeri til Vopnafjarðar með tilliti til tengigjalda, innmötunar og flutningsraforku frá svæðinu. Og undir þetta rita Áki Hauksson, Benóni Valur Jakobsson, Eiður Pétursson, Helena Eydís Ingólfsdóttir, Hjálmar Bogi Hafliðason, Kristín Jóhann Lund og Soffía Gísladóttir. Og með leyfi varaforsta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Hvers vegna liggur þessi beiðni fyrir að færa virkjunarkost úr biðflokki í nýtingaflokk? En það liggur fyrir að svæðið frá Öxarfirði að Vopnafirði, þar hefur byggðaþróun verið mjög krefjandi og ástæða til þess að huga sérstaklega búsetu og atvinnumálum. Þá þarf að rýna í þau tækifæri sem eru í stöðunni, tækifæri sem lúta að tekjumyndun og atvinnusköpun. En á fundi byggðarráðs í byrjun desember síðastliðinn fagnaði byggðarráð tilkynningu stjórnvalda uppbyggingu tengivirkis á Bakka að þeirri framkvæmd yrði flýtt eða hraðað og með leyfi forseta að fá að lesa það upp úr þeirri fundargerð að byggðarráð fagnar þeirri ákvörðun því tengivirki mun bæta afhendingaröryggi og skapa forsendur fyrir nýja atvinnuuppbyggingu á svæðinu
Einnig eru framundan stærri áform meðal annars undirbúningur 132 kV flutningslínu að Langanesi sem verður hluti af langtíma uppbyggingu og mun styrkja verulega allt atvinnulíf á svæðinu frá Öxarfirði til Vopnafjarðar. Í skýrslu starfshóps atvinnumál á Húsavík og nágrenni kemur fram að nýting raforkukosts á svæðinu geti staðið undir umtalsverðri atvinnuuppbyggingu á Bakka að nokkrum árum liðnum. Því hvetur byggðaráð, umhverfis orku og loftslagsráðherra að stuðla áfram með uppbyggingu mögulegra orkuverkefna í Þingeyjarsýslu. Ég vil ítreka þessa bókun og taka undir hana, bókun byggðaráðs, og leggja fram þessa hjálögðu tillögu þess efnis að verkefnisstjórn 7. áfanga rammaáætlunar endurmeti þennan virkjunarkost hérna á Hólaheiði, Hnótasteinn, með tilliti til tengikostnaðar vindorkuvera og mikilvægi verkefnisins fyrir arðsemi nýrrar flutningslínu milli Kópaskers og Vopnafjarðar. Við höfum á undanförnum mánuðum árum verið í samskiptum við Langanesbyggð og Vopnafjarðarhrepp gegnum verkefnið Vaxtarplan fyrir norðausturhornið, innviðir og aukin verðmætasköpun. Og þá þarf orku og flutningsgetu á raforku. Í þessu verkefni er kveðið á efnahagslegu uppbyggingu á norðausturhorninu, að skilgreina tækifæri og framtíðarsýn hvað varðar uppbyggingu innviða, samgangna og atvinnusköpun. Leið að skýra hvernig þessi 3 nágrannasveitarfélög, hið opinbera, íbúar og fjárfestar geti nýtt þessi tækifæri þessu fylgja. Markmiðið er alltaf að stuðla að jákvæðri byggðaþróun, en hún mun ekki gerast að sjálfu sér. Svæðið hefur skort orku árabil og óásættanleg staða í atvinnulífinu og óöryggi í afhendingu á raforku. Nægir að nefna fiskeldi sem þar hefur verið fjárfest fyrir milljarða hérna á svæðinu. Við höfum kerfisbundið mist af tækifærum vegna þessa og liður í þeirri byggðaþróun blasir nú einmitt við. En umhverfis orku og loftslagsráðherra skrifaði á dögunum undir tímamóta samkomulag sem felur í sér að Rarik mun styrkja afhendingu raforku á Þórshöfn með lagningu 33 kV jarðstrengs milli Vopnafjarðar og Þórshafnar. Landsnet mun á sama tíma hraða uppbyggingu nýs tengivirkis á Bakka eins og hefur komið fram og undirbúa 132 kV loftlínu milli Kópaskers og Þórshafnar. Með þessum aðgerðum er opnað á ómæld ný tækifæri til fjárfestinga og uppbyggingar í landshlutanum. Áframhaldandi þróun atvinnutækifæra gerist heldur ekki að sjálfu sér og verkefnið þarfnast eftirfylgni. Á fundum með Landsneti hefur komið fram að þörf sé á aukinni orku á svæðinu til að styðja við uppbyggingu þessa nýja jarðstrengs. Nýtum þessna þetta tækifæri til uppbyggingar en förum enga síður varlega og verum skynsum og gerum kröfur. En Hnótasteinn á Hólaheiði hefur verið til skoðunar sem vindorkukostur nokkurt skeið. Og það tekur yfir landsvæði og jörðum katastaða Presthóla, Efri-Hóla eins og segir í tillögunni og það er kér með samkomulagi við jarðeigendur sem er með allar sér uppbyggingu á þessum vindorkugarði og hefur unnið að rannsóknum og umhverfismati. Og í skýrslu starfshóps sem hefur verið komið inn á hérna áður, þá er talað það að þetta sé jafnvel alltaf 190 megawatt og fjöldi starfa sem geti fljótt skapast í kringum þetta sé metin 38 störf. Svona að því sögðu þá metur kér þennar vindorkukost geti verið jafnvel alltaf 216 megawatt. Það er svona ekkert í stóra sammyndinu hvort það er 190 og 216, það er ekki stóra málið. En Hnótasteinn spilar þess vegna stórt hlutverk hvar varðar orku inn á þessa nýju línu milli Kópaskers, Þórshafnar og Vopnafjarðar. Og vindorkugarðurinn styður við spennuhækkunarlínunni eins og hér hefur komið fram, en slík spennuhækkun gerir kleift að mata jafnvel 150 megawatt frá Hnótasteinn inn á þessu línu. Vindorkuverkefni Hnótasteinn getur haft mikil áhrif á byggðaþróun, raforkuöryggi og samkeppnishæfni Norðausturlands og er vindorkukosturinn mikilvæg viðskiptaleg forseta Landsnets í sinni uppbyggingu. Þessar uppbyggingu fylgja tækifæri sem við getum ekki horft framhjá, hvernig er best að nýta. Hið opinbera er að fara í framkvæmdir við að styrkja raforkukerfið, þess vegna verðum við að horfa inn á við, hér og setja kraft í atvinnuuppbyggingu og snúa við þessari krefjandi byggðaþróun sem er hérna á svæðinu. Orðið er laust. Aldrei hefur beðið orðið, gjör svo vel, Aldrei. Forseti, sveitarstjórn.
Ekki hefur enn verið mótaður heildstæður lagarammi vindorku á Íslandi af hálfu ríkis og skortir því skýrar og samræmdar reglur leyfisveitingar, skipulagsforsendur, eignarhald, ábyrgð, samfélagslega sátt og umhverfisleg viðmið. Án slíks ramma ekki tryggt að vindorkukostir séu metnir á jafnræðisgrundvelli við aðra orkukosti innan rammaáætlunar né að ákvarðanir byggja á fullnægjandi forsendum, hvað þá að áform séu í takt við náttúruvernd. Það nauðsynlegt að liggi fyrir með skýrum hætti hvernig tryggja eigi mótafl samhliða fyrirhugaðrar vindorku. Vindorka óstöðu orka sem ræðst af veðurskilurum og kallar því óhjákvæmilega á annað afl til stuðnings. Án þess að liggi fyrir hvernig slíkt mótafl verði tryggt, hvar það verður staðsett og hver beri kostnað og ábyrgð af því, óljóst hvort vindorka geti reynd talist raunhæfur og sjálfbær orkukostur fyrir raforkukerfið í heild. Að okkar mati, mína og Ingibjargar, því ótímabært að óska eftir færslu vindorkukost úr biðflokki í nýtingaflokk áður en skýr lagarammi hefur verið settur og áður en liggur fyrir hvernig mótafl og samþætting vindorku inn í raforkukerfið verða útfærð í framkvæmd. Það á að vernda Melrakkasléttu, Hólaheiði og nærsvæði fyrir öllum raskandi framkvæmdum. Ekki virkja, ekki vernda, ekki raska, heldur hlífa. Þetta stórkostlegt svæði þar sem óbrotin víðsýn undirstöðu einkenni allrar náttúrunnar. Ég einfaldlega á móti virkjunum á Hólaheiði og umhverfismat mun eingöngu upplýsa mig tiltekna þætti í smærri myndum út frá rannsóknum. Það ekki raforkuskortur í Íslandi. Það vantar upp á flutningsgetu á rafmagninu sem til. Þetta vitum við. Það ekki langt síðan fulltrúar og sveitstjórn sátu fund með Landsneti sem forseti minntist á hérna áðan, þar sem þetta kom meðal annars fram. Það vantar upp á flutningsgetu. Það algjörlega sjálfsögð krafa að íbúar Norðausturhornsins fái úrbætur ríkisins á rafmagnsflutningum án þess að sætta sig við þá niðurlægingu að þær þurfi að réttlæta með umdeildum raskandi stórframkvæmdum. Og síðan til að bæta við þetta, þá ekki boðlegt fyrir íbúa sveitarfélagsins og landsins alls að mikilvæg innviði eins og framleiðsla rafmagns sé á höndum einkaaðila. Svona verkefni þurfa að vera unnin af hendi ríkis og sveitarfélaga. Öllum bara alveg sama það núna? Hvað segja fulltrúar stjórnmálaflokka sem hafa mikinn áhuga á sjálfstæði, sjálfræði, samvinnu og þjóðlegra gilda? Ég ætla að leggja fram bókun sem ég ætla að senda á ritara. Ég ætla að lesa hana hérna upp. Ekki Katrín? Jú. Til að varpa henni líka upp ef að... Bókurinn hljómar svona. Fulltrúar vaflistans mótmæla þeirri tillögu að óska verði eftir því verkefnisins rammaáætlunar að vindorkukostur á Hólaheiði og Hnotasteini verði færður úr biðflokki í nýtingaflokk. Rammaáætlun eitt mikilvægasta stjórntæki þjóðarinnar til að tryggja vandaða, gagnsæja og heildstæða ákvarðanatöku nýtingu lands og náttúru. Biðflokkurinn mikilvægur fyrir þá kosti sem enn skortir nægilega gögn eða þar umhverfisáhrif, samfélagslega áhrif og langtímahagsmunir hafa ekki verið metnir til fulls. Að þrýsta einstökum kostum úr biðflokki yfir nýtingaflokk áður en slík vinna liggur fyrir grefur undan trúverðugleika ferlisins og þeirri samfélagssátt sem rammaáætlun byggir á. Vindorkuver á Hólaheiði stórt inngrip í viðkvæmt og víðfeðmt landsvæði. Að ræða breytingu sem hefur áhrif á landslag, lífríki, upplifun og sjálfsmynd svæðisins til framtíðar. Slík ákvörðun verður ekki réttlætt eingöngu með tilvísun í aflgetu, flutningskerfi eða arðsemi fyrir orkufyrirtæki. Byggðaþróun, raforkuöryggi og atvinnuuppbygging mikilvæg markmið og þau verða að nást í sátt við náttúruvernd, varfærni og lýðræðislegt ferli. Undirritar telja mikilvægt að Norðurþing standi vörð rammaáætlun sem ferli, virði hlutverk biðflokksins og láti faglegt mat ekki pólitískan þrýsting eða skammtímahagsmuni ráða ferðinni. Sveitarfélagið á að vera rödd ábyrgðar, ekki flýtilegar fram hjá vönduðu mati áhrifum sem munu móta svæðum ókomna tíð. Og undir þetta rita Aldey og Ingibjörg. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið laust.
ekki fleiri sem vilja tjá sig það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessa tillögu sem liggur hérna fyrir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Já, þá hún sem sagt samþykkt með atkvæðum hérna Eiðs, Benónís, Áka, Kristins, Helenu, Sofíu og Hjálmars og Ingibjörg og Aldey á móti og bókunin liggur fyrir. Já. Þá hefur við lokið máli númer 2 og við ferum í máli númer 3 sem eru gjaldskrár Norðurþings 2026 og það eru 2 gjaldskrár, ein gjaldskrá, það er á 513. fundi byggðarráðs var bókað að fyrir ráðinu liggur tillaga gjaldskrá 2026 fyrir atvinnu- og samfélagssetur í Ráðhúsinu á Raufarhöfn og byggðarráð samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá og vísar henni til afgreiðslu í sveitarstjórn og orðið laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti, ég á bara rétt til að fylgja þessu máli eftir. Þetta er ný gjaldskrá sem maður verið að setja á núna í kjölfar þess að það hafa farið fram endurbætur að hluta til í Ráðhúsinu á Raufarhöfn sem að skapar tækifæri fyrir óstaðbundin störf í húsinu. Og þessari gjaldskrá svipar til í rauninni gjaldskrá sem að önnur sveitarfélög hafa sett í sambærilegri aðstöðu sem þó er eins og staðan er í dag betur útbúin á mörgu leyti heldur en okkar aðstæða á Raufarhöfn þó að við bindum vonum við frekari úrbætur þar. En til að mynda Kistan í Langanesbyggð og Akureyrarbær með áþekka aðstöðu í Hrísey fyrir óstaðbundin störf og við erum því að feta bara svona svipaða leið og þar er fyrir fólk sem kýsa að búa á Raufarhöfn og sinna óstaðbundin störfum, hvort sem það er til ótímabundið eða til skamms tíma. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sér kveðið sér ljósum það, þá vil biðja þá kjörna fulltrúa sem þessar gjaldskrá samþykkir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða og á eftir máli númer 3 förum við 4. Það eru reglur afslátt af fasteignaskatti 2026 en á 513. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað og til hann samþykkt að byggðarráð vísa reglunum með áorðnum breytingum til staðfestingar í sveitarstjórn og tekjumörk verða sem að hér segir, númer 1, er einstaklingur eða örorkulífeyrisþegi, það eru skattskylda tekjur alltaf krónur 5,7 tæplega rúmlega milljónir og veita 100% afslátt. Svo númer B, það er skattskylda tekjur frá þeirri upphæð og upp í 6,6 rúmlega milljónir króna sem veita 50% afslátt. Og númer C, skattskylda tekjur frá þeirri upphæð upp í 7,5 rúmlega milljónir sem veita 25% afslátt og svo eru skattskylda tekjur yfir 7,5 rúmlega sem veita engan afslátt. Og númer 2 eru örorkulífeyrisþegar, hjón eða samskattað sambýlisfólk. Þar eru skattskylda tekjur alltaf 8,3 milljónir rúmlega sem veita 100% afslátt. Í B það eru skattskylda tekjur frá þeirri upphæð að 9,2 rúmlega milljónir króna sem veita 50% afslátt og svo eru skattskylda tekjur frá þeirri upphæð að 10,3 milljónum rúmlega sem veita 25% afslátt og svo eru skattskylda tekjur yfir 10,3 milljónir rúmlega sem veita engan afslátt og orðið laust þessa tillögu. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Helena. Forseti fór vel yfir tekjuviðmiðin ég vildi bara rétt koma því að því að það stendur í inngangi málsins að þarna sé verið að leggja til að við samþykjum þessar reglur með áorðnum breytingum og eina áorðna breytingin er tekjuviðmiðin. Það voru ekki gerðar aðra breytingar á reglunum heldur en þessar. Helena hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja tjá sig. Svo er ekki, þá vil ég biðja þau sem að geta samþykkt þessa gjaldskrá eða þessar
tillögu að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 5 sem endurskoðun húsnæðisáætlana 2026. En á 513. fundi byggðarráðs var bókað að ráðið samþykkir fyrirliggjandi áætlanir og vísar þeim með áorðnum breytingum þessar húsnæðisáætlun Norðurþings vegna ársins 2026 til afgreiðslu í sveitarstjórn. Orðið er laust. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Helena. Forseti, já, hér er lögð fram til afgreiðslu húsnæðisáætlun fyrir Norðurþing og er þetta í annað skipti sem áætlunin er sundurgreind af byggðakjarnana 3 í sveitarfélaginu, auk þess sem að það er heildaráætlun fyrir sveitarfélagið allt. Og ég vil kannski bara byrja að þakka okkar ágæta starfsfólki fyrir góða vinnu við gerð áætlunarinnar sem að hér liggur fyrir, en meðal lykilforsendna í gerð húsnæðisáætlunar er mannfjöldaþróunin í sveitarfélaginu. Og þar gerir Háspá ráð fyrir fólksfjölgun ef væntingar atvinnuuppbyggingum ganga eftir. Og þar er horft til ýmsa nýrra atvinnutækifæra sem hér eru í sveitarfélaginu. Miðspá gerir ráð fyrir svipari íbúaþróun og undanfarin ár, en Lágspá gerir aftur á móti ráð fyrir að væntingar atvinnuuppbyggingu rætist ekki og byggðaþróun verði með sama móti og síðustu ár. Stefna sveitarfélagsins hefur verið að fækka félagslegum íbúðum í eigu sveitarfélagsins. Íbúðir í eigu sveitarfélagsins sem henta illa sem félagslega leiguíbúðir hafa verið og verða seldar. Markmið er að selja 2 eignir á ári þangað til 20 íbúðir eru eftir sem á að fullnægja þörf fyrir félagslegt íbúðarhúsnæði að mati félagsþjónustu Norðurþings. Þá er áætlað að byggja nýtt hjúkrunarheimili með 60 rýmum á Húsavík. Þegar það verður tekið í notkun losnar húseignin Hvammur sem er að fullu í eigu dvalarheimilis aldraðra SF og sveitarstjórnirnar sem standa að DA hafa skipað starfshóp framtíðarnotkun Hvamms. Og þar eru ýmis tækifæri til þróunar búsetu úrræða fyrir eldri aldurshópa eða önnur tækifæri sem ég ætla ekki að ræða frekar hér á þessu sinni. Sveitarfélagið lagði stofnframlag til Bjars íbúðafélags til uppbyggingar 6 íbúða raðhús á Húsavík fyrir tekjulága eignaminni einstaklinga og vegna fjölda umsókna íbúðirnar þá er til skoðunar hjá okkur frekari uppbygging í þessu kerfi og unnið verður að því að útvega fleiri íbúðir sem sértæk búsetuúrræði í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið stendur vel hvað varðar húsnæði fyrir þjónustu og innviði eins og leik- og grunnskóla og núverandi húsnæði þessara innviða rúma áætlaðan fjölda notenda, hvort sem litið til lágspár, miðspár eða háspár þróun mannfjölda. Þó því muni geta fylgt áskoranir, einkum hvað varðar leikskólaþjónustu á Húsavík á komandi árum. Markmið sveitarfélagsins er að vera ávallt með nægt framboð af byggingarhæfum lóðum fyrir fjölbreytta búsetukosti í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins. Í deiliskipulögum í vinnslu er horft til þess að fjölga lóðum fyrir minni íbúðir í raðhúsum og fjölbýli, en mest eftirspurn hefur verið undanfarið eftir þeim byggingakosti. Og þar sem lóðamál hafa verið til umfyllunar í öðrum sveitarfélögum og virðast alltaf verða kosningamáli í einhverjum þeirra, þar sem gagnrýnt er að flestar lóðir séu fjölbýlishúsalóðir umfram sérbýli, þá má nefna að nú eru 9 byggingar hafa lóðir fyrir einbýlishús í sveitarfélaginu. 1 í Reykjahverfi, 2 á Kópaskeri, 3 á Raufarhöfn og 3 á Húsavík. Hér á Kópaskeri var lokið við deiliskipulag svæðis fyrir íbúðarhúsnæði á nýliðnu ári fyrir 14-16 íbúðir og mun það skipulag fullnægja þörf byggingarlóðir fyrir íbúðarhúsnæði á Kópaskeri á komandi árum miðað við spárum íbúðaþróun. Helena hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldrei hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, aldrei. Forseti, mér langaði bara aðeins að þetta var fín yfirferð hérna hjá Helenu og þetta er mjög flott áætlun og mjög gott að hafa þetta. En mér langaði aðeins að tala eitt hlut og það eru félagslegar íbúðir hjá sveitarfélaginu. Undanfarin ár þá hefur verið stefna meiri hlutans að selja félagslegar íbúðir þangað til eftir standi 20 íbúðir. Og núna eru í eigu sveitarfélagsins 21 íbúð sem eru almennar félagslegar leiguíbúðir. En það er samt biðlisti eftir félagslegum íbúðum
og ég er búin að vera að benda á þetta síðastliðin 3 ár því í mínum huga er ekki rökrétt að vera að selja félagslegar íbúður á meðan að það er biðlisti. Og við höfum rætt þetta dálítið mikið og mér langaði líka að því tilefni að fagna breytingu og orðalagi í húsnæðisáætluninni eftir að við rættum þetta á síðasta fundi með leyfi forseta. Stefna Norðþings er að fækka óhentugum félagslegum leiguíbúðum í eigu sveitarfélagsins. Markmiðið er að selja eignir sem henta illa sem félagslega leigubíður og kaupa nýjar íbúður sem henta betur því hlutverki sem þeim er ætlað, til dæmis bætt aðgengi. Og ég er mjög ánægð með þessa breytingu og ég vona að við höldum okkur bara við hana áfram. Að mínum mati er nefnilega nákvæmlega þetta það sem við eigum að vera að vinna með. Þörfin fyrir félagslegum íbúðum er ekki að fara neitt og við þurfum að mæta henni. Annars flott skjal. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ég ætla nú að taka undir með oddvita Vinstri grænna. Mér finnst þetta nú mjög góðar þessar húsnæðisáætlanir, þó að við höfum hlegið mikið að þeim fyrir árið síðan þegar við vorum að fara yfir hana. Það var sérstakt tilefni. Mér finnst almennt best að horfa á miðspána, þegar við skoðum húsnæðisáætlun Norðþingi sem heild, því að við erum núna farin að vinna með húsnæðisáætlun á Húsavík, húsnæðisáætlun á Kópaskeri, húsnæðisáætlun á Raufarhöfn og svo Norðþing sem heild, og það eru mjög mismunandi áherslur eftir í hvað þarf á hverjum stað, en að horfa bara á miðspána má gera ráð fyrir því að fjölgi 5,1% íbúum og á 10 árum verði fjölgun, svona náttúruleg fjölgun í miðspánni í okkar húsnæðisáætlun 380 íbúar. En ef þú skoðar síðan áætlanir byggðastofnunar það hvað muni búa margir hérna, þá mun fækka svo mikið í sveitarfélaginu að það verður nánast ekki byggð nema bestafalli Húsavík. Það er áætlun byggðastofnunar Íslands, það er bara þannig. Hún gerir bara ráð fyrir því að fækki og í sveitarfélaginu Norðþing verði innan fárra ára 1800 manns og í dag eru núna 3000. Þannig að því miður tónum við ekki alveg þetta. En forsendur í þessari áætlun er annars að fá uppbygging á Bakka og landeldi í Öxarfirði, stöðugt atvinnuástand og lítið atvinnuleysi. Þó við séum á þeim stað núna gagnvart lokun PSC, þessari tímabundnu lokun PSC á Bakka. Og svo er það skortur á vinnuafli þar sem við erum alltaf að vinna með farandverka fólk og atvinnulífið hjá okkur er stundum svona, farandrifið. Það er að segja að það er hátími yfir sumarið og það kemur lægðið yfir á veturna og svo kemur smá innspýting á haustin í sláturtíð og svo framvegis. En miðað við miðspá í sveitarfélaginu sem heild þá þarf á næstu 5 árum að byggja 55 íbúðir og þá þarf einhvern veginn undirbúa sig undir það. Og á næstu 10 árum þarf að byggja 127 íbúðir. Og árleg þörf í sveitarfélaginu samtals eru svona 13 til 17 íbúðir sem þarf að byggja. Og það er aðeins að því að við komum hérna inn á svona hagkvæmar eða þá félagslegar íbúðir öllu heldur vegna þess að sú ákvörðun var tekin að fækka félagslegum íbúðum því að það var þannig í gamla daga sveitarfélögin ráku sérstakt félagslegt íbúðakerfi sem er ekki lengur til í dag og sveitarfélög í grunninn mega ekki eða eiga ekki að reka félagslegt kerfi per se en við áttum á sínum tíma árið 2010 128 íbúðir sem voru inni í þessu kerfi og hægt og rólega hefur þeim fækkað sem hefur bara gefist vel og á þeim tíma þegar var ákveðið að við þyrftum bara 20 íbúðir. Það var mat okkar á þeim tíma að þurfa bara 20 íbúðir í félagslega kerfinu og við erum enn að vinna með það. Kerfið hefur enn ekki sagt okkar að það þurfi fleiri en 20. Nú þá vinnum við bara með það að það þurfi þessar 20. Hins vegar er breyting almennt á svona búsetu formi að það er á biðlista hjá leiguíbúðir eða einhvers konar leiguíbúðaform hjá eldri borgurum. Það er eftirspurn eftir eins og hér var komið inn og það er eftirspurn eftir félagslegum íbúðum enga síður og þessum búseturéttar íbúðum og það er eiginlega mesta tækifærið fyrir einhvern aðila að stíga inn í búseturéttarkerfið og byggja þar íbúðir. Það stærsta þörfin er þar. Fyrir svo utan svona almenna leiguíbúður og leigumarkaðurinn í sveitarfélaginu er almennt ekki góður. Þannig að það eru biðlistar hjá eldri borgurum og búseturéttar íbúðum og leigumarkaði hjá tekjulágum. Þar er biðlisti
en það er eins og kannski leið minnsti hvatinn einhvern veginn fyrir engast framtaki að stíga inn vitandi það að þú ert að byggja íbúðir fyrir tekjulóga. Svo aðeins kannski bara í lokin að ég taka undir með formanni byggðarráðs að við höfum staðið okkur vel í skipulagsmálum. Við erum svolítið búin að ná í skottið á okkur að með varandi framboð á lóðum, en það er kannski skortur á svona einhvern raunbyggingum. En svona helstu áskorunirnar svona í stuttumáli er skortur á leiguíbúðum og hagkvæmum íbúðum. Það er mikil eftirspurn eldri borgara og eiginlega langt umfram framboð. Búseturíbúðir eru of fáar. Hjúkrunarrými er að verða til og það mun skapa tækifæri í tengslu við dvalarheimili Hvamm. Skipulagið til staðar en framkvæmdir eru það ekki. Og svo eru þessi háu opinberu gjöld sem hamla almennt uppbyggingu og þeim lengra sem fer frá miðpunkti Íslands sem suðvesturhornið, þeim dýrar að byggja og þeim minni hagkvæmni vestu þú þarf fyrir bygginguna. En eitt vitum við þó að það er atvinnuuppbygging sem kallar á fólk og húsnæði fylgir þá í kjölfarið. En orðið laust. Enginn sem óskar eftir að ræða þessa húsnæðisáætlun, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt hana eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða og við förum í mál nr. 6 sem eru störf sem eru undanskilin verkfallsheimild í sveitarfélaginu, en á 513. fundi byggðarráðs var bókað að ráðið samþykkir fyrirliggjandi lista yfir þau störf í Norðurþingi sem eru undanþegin verkfallsheimild og vísa listanum til afgreiðslu í sveitarstjórn. Það er sveitarstjóri sem ætlar örstutt að fylgja því eftir. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, við þurfum að leggja þessar reglur fyrir alltaf árlega og í janúar því það þurfa að vera auglýstar í stjórnartíðindum og taka gildi í byrjun febrúar. Við erum auðvitað að vona að það kom ekki til að við þurfum að leita í þessar reglur, en það er fyrsta lagi kannski í ágúst sem að reynir á það hvort að verðbólgu viðmiðin verða utan áætlana hjá samningsaðilum og hvort að sem við vonum náttúrulega að gerist ekki, hvort að menn fara eitthvað að beita verkfallsákvæðum. Það er ekki mikla breytingar frá því fyrra, það var bara verið að fara yfir starfsheiti og það er búið að leita sem sagt til stéttarfélagana samþykki og það eru engar athugasemdir, þannig liggur þetta hér fyrir. Katrín hefur lokið máli sínu, enginn sem vil tjá sig þetta. Orðið laust. Bæta við eins og einni stétt eða eitthvað. Heyrðu, það er ekki fleiri sem vil tjá sig þetta, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þennan lista eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál nr. 7 sem er úthlutun byggðakvóta til byggðarlaga húsa í Kópasker Raufarhöfn, en á 513. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir að óska eftir samsvarandi sérreglum og undanfarin ár sem eru eftirfarandi: Norðurþing, breyting á viðmiðum úthlutun, afmörkun landaðs afla vinnsluskylda innan sveitarfélags. Sérst ekki byggðarlags, þessi stóra breyting. Ákvæði reglugerðar númer 1334 síðan 2025 gilda úthlutun byggðakvóta Kópasker Raufarhöfn með eftirfarandi breytingum. Ákvæði fyrstu málsliðar með fyrstu málsgreinar 4. greinar reglugerðarnar breytist og verður: skipting þess aflamarks sem nú kemur hlut byggðarlags auk þess aflamarks byggðarlagsins sem að kann að vera eftir af úthlutun fyrri fiskveiðiárs skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. greinar samanber og reglur sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneyti staðfestir samkvæmt 2. og 3. greinar eftir því sem við á, og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem að fallið hefur til viðkomandi byggðarlags miðað við allan landaðan botnfiskafla í tegundum sem hafa þorski í skildistöðul.
í þorskigildum talið innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2025 til 31. ágúst 2024. 6. Takk, það er 2026. Það verður of mikil texti. B. Ákvæði annarar málsgreinar 4. greinar reglugerðanna breytist og verður. Afli sem landað er í sveitarfélaginu fiskiskipi sem ekki er skráð innan viðkomandi sveitarfélags á sama tíma telst ekki til landaðs afla samkvæmt 1. málsgrein. C. Ákvæði 1. málsliðar 1. málsgreinar 7. greinar reglugerðanna breytist og verður. Fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta til vinnslu innan sveitarfélags á tímabilinu 1. september 2025 til 31. ágúst 2026. Þarna. Og byggðaráð felur sveitarstjóra að koma þessum óskum á framfæri við ráðuneytið og samþykkir sérreglurnar og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og með leyfi varaforseta. Forseti ágæta sveitarstjórn. Fyrst skal kannski nefna að það er uppi ákveðin óvissa þetta kerfi sem við erum að fjalla hérna í dag. Vegna þess að það hafa komið fram yfirlýsingar að því það er vilji stjórnvalda að fara upp í samfellt 48 daga í strandveiðikerfinu en það liggur ekki fyrir hvar á að taka aflann og það er bara hægt að gera því þessu 5,3% kerfi sem er almenna sértaka línu yfirlun og svo framvegis. Þannig að það er vilji til þess að taka úr byggðakvótakerfinu, vilji til þess á ríkisstjórninu og ég ætla að skora á nýjan formann í atvinnuveganefnd að klára málið hvort heldur sem er, hvort sem ákveða þessa 48 daga og skerða þá byggðakvótan, almenna kerfið eða sértakakerfið. En þetta skýra markmið er að fjölga þessum dögum og það við erum á þeim stað núna, sveitarfélögin og allir rekstraraðilar og þeir sem eru í strandveiði líka, að það er óljóst hvernig þetta verður á næsta fiskveiðiár. Það er bara mjög óheppilegt. Það er bara mjög vond að við séum á þeim stað, það er ekki enn búið að ákveða það hvernig á að framkvæma þetta, þó þessi sannlega búið að segja það hvernig er viljið til þess að gera þetta, komast í þess 48 daga úr 45. 45 er það. Þannig það er mjög vont og erfitt að sveitarfélaginu núna óska eftir einhverju sérreglu vitandi það að kerfið mögulega bara breytist bara strax árum 2026. Það gæti þess að gerst. Þannig því er ósvarað hvernig á að ná þessum 48 dögum og ég vil gagnrýna stjórnvöld fyrir það að bara klára ekki það mál, sé það markmið að komast í þessa daga. Ef að allir að taka úr almenna kerfinu sem eru eftir held ég núna allir ekki 15 tonn hérna á Kópaskeri sem fyrir örfáum árum síðan voru 37 tonn en þau voru einfallega ekki veitt og þá skerðist bara þetta almenna kerfi. Á Kópaskeri eru held ég 157 tonn eftir í almenna kerfinu og þá þessi sértaka úthlutun sem var þegar sértaka úthlutunin var sett á 500 tonn og er komið núna niður í einhver 433 tonn. Það hefur verið stöðu skerðing á sértæku úthlutuninni á Raufarhöfn. Og ef það gerist að það er að taka, segjum bara almenna kerfið, sem ég skil, vegna þess að þegar við sett á almenna kerfið, þá er það með sömu hugsun og sértæka úthlutun í dag. Af hverju, við getum spurt okkur af hverju til dæmis almenn úthlutun á Tálknafirði það sem er ekki fiskvinnsla, en það eru sama sveitarfélagið og Patreksfjörður og það er veitt þar og landa þar og svo framvegis. Eða af hverju eru skelbætur það sem er risastórt frystihús á Sauðárkróki, af hverju eru 180 tonna byggðakvóti á Sauðárkróki. Þannig að ég skil alveg að menn vilja laga til í þessu, það er bara því miður virðist að vera fáir sem skilja byggðakvótakerfið í Íslandi, en það er ómögulegt að ríkisvaldið ætlar ekki að svara því hvernig á að ná þessum 48 dögum og vera stöðugt með hangandi yfir sér því að eina sem við geta gert er almenna kerfið, sértakakerfið eða línu yfirlun eða rækjubætur. Þannig að það er erfitt fyrir okkur að óska eftir einhverjum öðrum breytingum en bara við erum að gera sömu breytingur undanfarin ár. En ég ætla bara að vara við því ef það gerist að menn taka almenna kerfið og jafnvel skerða sértakakerfið, það er bara undirstaða fiskvinnslunar á Raufarhöfn. Það er það. Jafnvel ætti ríkisvaldið að gera svo djarft og taka bara það sem er ekki þörf á, ég ætla bara að leyfa mér að henda út þeirri fullyrðingu, eins og á Sauðárkróki. Það sem er risastórt frystihús, risastór útgerð, mikil fiskvinnsla í kringum það, taka bara almenna kerfi og setja hann alla á Raufarhöfn þar sem þörfin er fyrir þessu úthlutun.
Þannig að ég ætla að gagnrýna ríkisvaldið fyrir það að klára ekki þetta mál. Hver svo sem síðan niðurstaðan verður, það verður bara aðeins að koma í ljós. En orðið laust. Benóný Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóný. Forseti, sveitarstjórn, ég man að viðurkenna það að ég einn af þeim sem skil nú ekki alveg þetta tungumál sem við hefst í lagabálknum sem að forseti var að lesa upp hérna áðan. En ég skil nú samt sem að megin hugmyndina á bakvið kvótakerfið, bæði almenna og sértaka. Og ég tek bara undir það með forseta að það er ótækt að ekki sé komin ákvörðun. Og skal bara hér með lýsa yfir, ég tek það að mér að heyra í mínu fólki og reka það eftir málunni. Benóný hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja tjá sig það eða lesa upp úr lagabókstaf, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og við erum óska eftir að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8. Það er jöfnun atkvæðavægis, breyting á kosningalögum, númer 112 síðan 2021. En í samráðsgátt stjórnvalda eru áform uppi lagasetningum jöfnun atkvæðavægis, breytingar á kosningalögum númer 112. Og byggðaráð bókaði á fundi sínum númer 513 þann 15. janúar síðastliðinn að vald sem þjappa saman á einum stað missir sjónarhorn, þessi frábæra bókun og orðið laust þetta mál. Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti. Þarna erum að ræða í rauninni áform að breyta kosningalögum jöfnun atkvæðavægis og hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda. Þetta er í rauninni ekki mál sem komið fyrir þingið enn sem komið en mun eflaust rata þangað með tíð og tíma. Meiningin kannski hjá okkur í byggðaráði þegar við settum fram þessa bókun fyrst og fremst svo og þau sem sitja með mér í byggðaráði bið þau að koma bara og leiðrétta mig ef ég ekki að fara með rétt mál. Hún kannski fyrst og fremst svo að með því að jafna atkvæðavægi eins og þarna birtist í þessum áformum að þá verið að færa vald frá landsbyggðunum til höfuðborgarsvæðisins og þar með glatar Alþingi sjónarhorni á landið, á íbúa og líf og störf þeirra sem mikilvægt að löggjafi hafi. Þá búa íbúar, fyrirtæki og stofnanir og félagasamtök á suðvesturhorninu nú þegar við ákveðið forskot á aðra hluta landsins hvað varðar nálægð og aðgengi að stjórnsýslu ríkisins vegna staðsetningar hennar. Og að stærstum hluta þetta alltaf sama hluta landsins, það að segja stjórnsýsla ríkisins. Og það því að mínum mati óþarft að auka enn frekar á þá skekkju sem að íbúar landsbyggðarinnar búa við með því að færa valdið og þjappa því saman á höfuðborgarsvæðinu og tapa þar með sjónarhorni á það sem við erum að gera hér víða út á landi. Helena hefur lokið nei, hún ekki lokið máli sínu. Kannski legg til bara sveitarstjórn geri bókun byggðaráðs að sinni. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta Sveitarstjórn, ég vil sjálfsögðu taka undir það að við gerum þetta bókun okkar í Sveitarstjórn, bókun byggðaráðs. Það að segja að þeirra valdi þjappast saman á einn stað, þá tapast ákveðin yfirsýn. Því það fullt af rökum sem segir að það óskynsamlegt að þjappa saman valdi og þjónustu og ákvörðunartöku á einum stað á Íslandi. Og Ísland eitt öfgakendasta dæmið í neikvæðri byggðaþróun þar sem að það búa flest allir og þjónustanir eru öll á einum og sama staðnum. Eitt öfgakendasta dæmi í allri Evrópu. Og svo erum við að horfa til landa eins og tökum bara Ísland sem dæmi sem var komin á þennan stað, þjappaðist eiginlega allt saman í Tallinn. Þar var bara teknar meðvitaðar ákvarðanir, þeir tóku heilt ráðuneyti menntamála og vísinda og færðu það í 2 klukkutíma fjarlægð frá höfuðborginni til Tartu. Þeir bara ákváðu það
til þess meðal annars að dreifa þessu sem við erum einmitt að tala um hér. Því að Ísland er ekki einsleitt land, við vitum það alveg. Og staðbundin þekking nefnilega skiptir máli. Ákvarðanir sem eru teknar út frá aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu endurspegla ekki raunveruleika íbúa á öllu Íslandi. Það gerir það ekki. Aðstæður til samgangna eru ólíkar, aðstæður til þjónustu eru mismunandi, veður, vegalengdir, atvinnuhættir eru ólíkir. Þegar kerfi gerir ráð fyrir því að fólk geti bara sótt þjónustu, verður sú þjónusta í rauninni verri. Þó hún sé formlega til staðar. Ég hef aðgang að Landspítalanum, við höfum það öll, jafnt aðgengi okkar allra að Landspítalanum. Ég er eins og miklu lengur að fara þangað og kosta mig meira og ég þarf að fá frí og svo framvegis og framvegis. Þannig að staðbundin þekking sparar fé, hún eykur skilvirkni og dregur mögulegur mistökum. Jöfn atkvæði tryggja ekki jafna möguleika. Það er ekkert sem segir okkur það að jafna atkvæði á Íslandi, þá jöfnum við möguleika allar á Íslandi. Ekki neitt. Það eru engin rök sem segir okkur það. Formlegt jafnræði í kosningum tryggir ekki raunverulegt jafnræði í lífsskilyrðum. Svo alls ekki. Ef ákvarðanataka er á einum stað, stofnanir á einum stað, sérfræðiþjónusta á einum stað, þá verður lýðræðið ójafnt í framkvæmd. Því lýðræðið snýst nefnilega ekki bara að kjósa, heldur að geta lifað mannsæmandi lífi óháð búsetu. Samþjöppun skapar kerfisbundna slagsíðu í fjárveitingum. Við sjáum það. Það gerir það. Sinn eftir sinn. Og svo komum við, fólki sem stjórnar út á landi og biðjum alltaf einhverja ölmusu að fá einhverja örfár krónur í einhverju uppbyggingu á einhverju flugvelli, einhverju brú eða eitthvað svoleiðis. Þegar að flestir sem taka ákvörðun búa á sama svæði, nota sömu innviðina og upplifa sömu vandamál, þá verða þau vandamál sjálfkrafa brýnust. Eðlilega, 80% þjóðanna býra á sama blettinum, þá náttúrulega sér 80% þjóðanna að þetta eru þeirra stærstu vandamál. Og þetta er ekki illvilji, þetta er bara mannanna verk og mannlegt eðli. Afleiðingin verður eins og þannig að það er fjárfestingarnar fylgja fólkinu. Og fólki fylgir síðan fjárfestingunum. Og það er þannig. Fólk eldir þar sem skattpeningunum þeirra er best varið. Þetta verður svona sjálfvirkur vítarhingur sem að veikja alla landsbyggðirnar svona smám saman og við erum alveg á þeim stað. Við erum öll örugglega sammála einmitt um þetta. En sterkar landsbyggðir eru nefnilega öryggismál. Það eru ekki bara byggðamál. Dreifð búseta er hluti af þjóðaröryggi Íslendinga. Matvælaframleiðsla, hafnir og sjósókn, orkuvinnsla, þegar við erum búin að koma aðeins inn á það, og svo björgunar og viðbragðsgeta. Ef að stór hluti landsins bara veikist svona samfélagslega, segjum það bara, þá verður ríkið viðkvæmara, ekki sterkara. Samþjöppun er hagkvæm til skamms tíma en áhættusöm til lengri tíma og við þurfum að finna jafnvægið þarna á milli. Og þjónusta í landsbyggðunum er ekki kostnaður heldur fjárfesting. Oft er rætt að landsbyggðirnar eru svona útgjaldaliður, svona þurfa endilega að setja peninga út á land. En fólkið borgar skattana þar sem það býr og verðmætasköpun fer bara fram, ég ætla að segja ekki, 40% af allir verðmætasköpun Íslendinga. Hún er í norðaustur kjördæmi. Hún er ekki til á höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna þarf að tryggja að þjónustan verði þar sem verðmætin verða til og eðlileg fjárfesting, ekki sérhagsmunagæsla. En kerfi sem gengur út frá því að allir séu á suðvesturhorninu, það er einfaldlega bara ósanngjarnt. Það er það. Og þegar kerfi gerir ráð fyrir því að fólk ferðist langar leiðir í heilbrigðisþjónustu, sækja alla stjórnsýsluna á höfuðborgarsvæðið og það flytji til þess að fá tækifæri. Og það er bara sem allar byggðir á Íslandi fyrir utan suðvesturhornið, fólk fer í nám og svo veltir það fyrir sér þegar búið er að fara nám, eru tækifæri fyrir mig heima eða á ég bara að vera hér, þar sem þjónustan er og ég er búin að koma fyrir og svo framvegis. En þá þarf einfaldlega að senda skýr skilaboð, þú mátt bara vera það sem þú vilt, en kerfið hins vegar er ekki byggt fyrir þig, helst ekki fara frá suðvesturhorninu. Það eru skilaboðin, búin að vera núna í áratugi. Og er alveg sama hvað stjórnmálaflokkur er að stjórna landin, það virðist ekki skipta neinu máli. Og þetta er ekki jafnræði, þetta eru bara aðlögunar krafa sem bitnar alltaf á sömu hópunum og það fækkar alltaf í þessum hópi sem við núna tilheyrum. En fjölbreytt byggð nefnilega styrkir samfélagið í heild. Samfélag sem byggir á einni meginstoð, eins og Ísland er að verða,
að allir séu á suðvesturhorninu, það verður bara brothætt, efnahagslega, félagslega og menningarlega. Og svo kemur eitt eldgos og þá kannski bara lokar Ísland af því að það er eldgos á einum litlum bletti á suðvesturhorninu. Þess vegna sterk svæði þurfa að vera út allt land, dreifa áhættu, skapa nýja lausnir, stuðla nýsköpun sem hefði bara annars ekki orðið og fjölbreytni búsetun var styrkur, ekki vandamál. En valddreifing er ekki andstæða jafns atkvæðavægis. Það er hægt að jafna atkvæðavægi og samt tryggja valddreifingu. Þetta snýst ekki að halda í forréttindi Suðvesturhornsins sem fólk virðist samt halda. Heldur þegar við ætlum að fara að dreifa stofnunum og minnisstæðinu umræðan þegar Íslenska ríkið færði landmælingar Íslands, litla stofnun sem fjallar kort og svona, upp á Akranes. Alla leið upp á Akranes, það var risastórt mál. Það var fólk sem fannst það bara að vera að tapa einhverju hérna. Til að fara á höfuðborgarsvæðinu upp á Akranes, sem í dag er reyndar hluti af höfuðborgarsvæðinu. Þess vegna að færa þjónustuna nær fólki eins og hægt er og tryggja raunverulegt jafnræði. Og jöfn atkvæði án valddreifingar verða bara svolítið svona pappírsjafnræði. En kjarni málsins er að spurningin á ekki að vera eiga allir að hafa jafnt atkvæði. Heldur viljum við kerfi sem gerir ráð fyrir því að Ísland sé eitt póstnúmer. Ef við bara gera það, það er bara myndi einfalda rosalega margt. Af því sögðu, því við erum núna stödd hérna á Kópaskeri og 8 af okkur búum á Húsavík, sem er, svolítið við getum sagt, miðja okkar sveitafélags og eitt okkar kjörnu fulltrúna býr utan Húsavíkur. Þá þurfum við að horfa til þess líka. Við þurfum að nota þau tækifæri sem við höfum til að horfa inn á við, að finna einhvern veginn þetta jafnvægi. En við þurfum líka að horfa inn á við og einmitt þá gagnrýna sem við erum að gera hér út á við. Orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, þá lagði formaður byggðarráðs það til að við gerum bókun byggðarráðs að bókun sveitarstjórnar og ég beðið þeir sem eru sammála því að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og verður þá þessi bókun byggðarráðs að bókun sveitarstjórnar að vald sem þjappar saman á einum stað missir sjónarhorn. Og það er samþykkt. Við förum í mál númer 9 sem er samkomulag fornminjaskráningu í Norðurþingi en á 230. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að samið verði við minjastofnun fornleifaskráningu í Norðurþingi á grundvelli fyrirliggjandi tillögu. Soffía hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Soffía. Forseti, kjörnir fulltrúar, aðeins að fylgja þessu máli eftir og útskýra. En það er engin einn heildstæður rammasamningur í gildi á milli allra sveitarfélaga og minjastofnunar Íslands. Samstarfið byggir þess í stað á lögum, reglugerðum og stöðluðu stjórnsýsluferli sem er bindandi fyrir öll sveitarfélög á landinu. Þetta byggir þá á lögum menningarminjar þar sem segir meðal annars að skylda er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá aðalskipulagi og deiluskipulagi. Sveitarfélag ber kostnað af skráningu og Minjastofnun Íslands hefur faglegt eftirlit skilgreini kröfur og samþykkir gögn. Reglurnar hins vegar 620/2019 skráningu jarðfastra menningarminja segja eru og voru settar að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga á sínum tíma og þar er skilgreint hlutverk sveitarfélaga og Minjastofnunar, umfang skráningar og kröfur eftir skipulagsstigi. Þetta fyrirkomulag hefur í reynd sama gildi og samkomulag þótt að það sé ekki sett fram í formi tvíhliða samnings. Framkvæmdin sem sagt í praxís er þessi að sveitarfélag tilkynnir Minjastofnun fyrirhugaða skipulagsgerð, Minjastofnun metur síðan þörf á fornleifaskráningu og umfangi hennar, sveitarfélag semur við fagaðila framkvæmd skráningarinnar og Minjastofnun yfirfer og gerir athugasemdir samþykktir og niðurstöðu. Sveitarfélög sem hafa samþykkt eða samstarfað formlega mikilvæga niðurstöðu en engin sveitarfélög hafa gert sérstakan sjálfstæðan samning við Minjastofnun Íslands sem víkur frá eða bætir við lögbundið fyrirkomulag framkvæmd fornleifaskráningarinnar. Hins vegar hafa nokkur sveitarfélög komið sér upp varanlegu verklagi eða samkomulagi
hvernig skráning skuli framkvæmd í samræmi við kröfu Minjastofnunar og það það sem við erum einmitt að gera hér í dag fyrir Norðþing. Soffi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Áki beðið orðið, gjörðu svo vel Áki. Forseti, sveitarstjórn, ég til þetta mjög mikilvægt mál að þessar fornminjar. Ég vil svona segja eina sögu af því. Þegar ég var að leggja jarðstreng, þegar ég var mjög ungur maður að læra, þá grófum við skurð í ákveðnu sveitarfélagi í Grenduvíkur. Og þar lendi ég í einhverju rusli sem ég hendi, eða ég taldi vera rusl og hendi því upp á grafabakkann. Það kom til mín gamall maður úr sveitinni og spurði hvað ég var að gera. Og ég sagðist að leggja kapal. Og þetta sem ég taldi vera rusl voru lærileggir og eitthvað fleira. Og ég var komin inn í miðjan kirkjugarð. Gamlan kirkjugarð og gamli maður sagði bara við mig, þú skal bara klára þetta, þú mokar yfir þetta og við séum ekki nokkur manni frá þessu. En það hefði verið betra að vita af þessum kirkjugarði, þá hefði ég verið að grafa. Áki hefur lokið máli sínu, orðið laust þetta mál. Svo ekki eftir þessa opinberun, þá vil ég biðja þau sem eru sammála þessar niðurstöðu skipulags- og framkvæmdar að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 10 sem ósk lóðarsamning að aðalbreið 24a á Raufarhöfn en á 231. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulags- og framkvæmdaráð fellst á fyrirliggjandi tillögu afmörkunar lóðunar en ekki reiðubúið að samþykkja beiðni húseigendum stækkun lóðunar til suðurs og ráðin leggur til í sveitarstjórn að húseiganda verði boðinn lóðarsamningur á grunni fyrirliggjandi lóðablaðs. Og orðið laust. Enginn sem vil ræða það, þá vil biðja þau sem geta samþykkt þessa niðurstöðu skipulags- og framkvæmdaráðs að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og samhljóðandi mál númer 11, ósk endurskoðun lóðarsamnings við aðalbreið 24 en á 231. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað að skipulags- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórnar lóðar höfum verið boðinn samningur lóð á grunni fyrirliggjandi lóðarblaðs og orðið laust. Enginn sem vil tjá sig það, þá vil biðja þau sem eru sammála niðurstöðu skipulags- og framkvæmdaráðs að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við fyrir þá í mál númer 12 sem frístundastyrkur 2026 en á 232. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykkir uppfærðar reglur frístundastyrki 2026 og ráðið samþykkir einnig frístundastyrkur verði 35.000 krónur fyrir árið 2026 og þetta sem það mál sem bættist við og engar efnislegar breytingar á þessu máli en orðið laust. Kristín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kristín. Já, forseti sveitarstjórn, mér langaði bara að koma upp og hvetja íbúa til að nýta sér frístundastyrkinn. Notkun fyrir árið 2025 var einhvers staðar 56% í sveitarfélaginu öllu. Þannig að það alveg rými til bætinga. Styrkurinn þegar hann var settur á upphæði 2018 var hann 6.000 krónur. Þannig að hann hefur hækkað jafnt og þétt og eins og hér kemur fram fyrir árið 2026 35.000 krónur en ég vildi gjarnan sjá nýtinguna verða meiri. Takk. Kristín hefur lokið máli sínu og Helena hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Helena. Forseti, ég tek undir með
félaga mínum Kristni Jóhanni það að ég hvet íbúa eindregið til þess að nýta sér þennan frístundastyrk fyrir tómstunda iðkun barna og unglinga. En undir málinu í fjölskylduráði þegar þarf til umfjöllunar þar á fundir ráðsins nr. 232 þá var mjög gott yfirlit sem verkefnastjóri á fjölskyldu- eða velferðarsviði hafði unnið varðandi frístundastyrkinn og bara ég vil fagna því eindregið þessari vinnu sem að þarna fór fram og gefur okkur mjög gott yfirlit yfir nýtingu styrkjana og alveg niður í árganga. Hún sýnir okkur það sem kannski við vissum og eðlilegt að nýting styrksins mjög lítil í yngstu árgöngunum enda framboðið kannski lítið þar og við erum eitt fárra sveitarfélaga sem eru með frístundastyrk alveg niður í 2 ára sem að miðast þá við þáttöku eins og í íþróttaskóla til dæmis. Tölurnar okkar gefa því miður til kynna brottfall úr skipulegu tómstundastarfi unglingan okkar þar sem það verður talsverður munur á milli í elstu árgöngunum þeim sem koma þar næst á eftir í nýtingu frístundastyrksins. Og það sannarlega áskorun fyrir okkur kjörna fulltrúa tónlistarskólan okkar og íþróttafélaginu í sveitafélaginu að takast á við og freista þess að snúa þeirri þróun við þannig að börnin okkar og unglingarnir okkar í lengist lengur í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi sem hefur mikið forvarnargildi. Í stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins fyrir kjörtímabilið 2022-2026 var sett fram svo áhersla að hækka frístundastyrkinn í 30.000 á kjörtímabilinu og okkur þótti við bara vera nokkuð góð með það á þeim tíma en það hefði verið að hækka styrkinn jafnt og þétt tiltölulega kannski lágar upphæðir í hvert sinn frá árinu 2018 þegar styrkurinn var settur á og var 6.000 krónur yfir árið. Ég fagna því að okkar takmarkið 30.000 krónur hafi verið náð á 3. ári kjörtímabilsins og að nú á 4. árinu getum við hækkað hann í 35.000 krónur. Styrkurinn mjög mikilvægt verkfæri fyrir okkur sveitafélagið til að jafna tækifæri barna til tómstundaiðkunar en líka til að byggja undir góða andlega og líkamlega lýðheilsu þar sem hann má nýta hvort tveggja til íþróttaiðkunar eða listnáms eða hvað það sem að lítur að skipulögðu starfi fyrir börn. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Nei. Svo ekki, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og kom úr fjölskylduráði að gefa merki með því að rétta upp hönd. Þær eru samþykktar samhljóða. Þá hefur við lokið við afgreiðsluliðum beint og tökum fundarhlé.
Jep. Já, fundi er framhaldið í sveitarstjórn Norðurþings hérna í skólahúsinu á Kópaskeri. Við tökum fyrir fundargerðir og það er fyrst fundargerðir fjölskylduráðs númer 233 og ég bið að kjörna fulltrúa sem vilja taka til máls að segja í hvorri fundargerðir og þá hvaða lið í þeirri fundargerð og orðið laust. Aldey hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldey. Forseti, þetta er fjölskylduráð 233, liður 1, niðurfelling kennslustunda í Borgarhólsskóla. Ég ætla að byrja á því að þakka foreldrinu sem sendi inn þetta erindi og að því að þar kemur fram að núna í 10 skipti hafi fallið niður tími hjá börnum í 7. bekk og því skólinn styttur þá daga. Þetta er nákvæmlega það sem við töluðum að við gætum ekki sætt okkur við þegar verið var að fjalla niðurskurð hjá fræðslusviðinu. Þetta þarf að endurskoða sem fyrst og er að mínum mati ekki nóg að bíða fram að næstu fjárhagsáætlunargerð. Það er bara janúar, það er nóg eftir á skólaárinu. Aldey hefur lokið máli sér orðið þá laust þennan fyrsta liði í fundargerð fjölskylduráðs númer 233. Benóni Valur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ég tek hjartanlega undir með Aldey ég bókaði nú meira að segja eitthvað á sínu tíma þetta mál og þetta er grafalvarlegt að við séum umdeilt, ég veit að herra forseti, ekki að uppfylla hreinlega lög skólaviðveru barna og við þurfum að laga þetta og það einmitt þýðir ekkert að bíða fram á næsta haust, við þurfum að laga þetta núna. Benóni hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Kristín hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti, sveitarstjórn. Við svo sem erum að leysa forföll svo það sé alveg að koma skýrt fram. Þetta eru tilfallandi forföll sem koma þá upp samdegu sem við erum ekki að leysa í 7. til 10. bekk og áður en að þessi hagræðingarkrafa koma og var sett bara hreinlega á skólan eða þetta ekki að gera að þá er þetta samt úrræði sem var búið að beita í skólanum í 2 ár. Ég veit að það kom upp staða í Borgarhólsskóla í haust þar sem að bara vantaði mikið af kennurum og var ekki hægt að leysa forföll og það var ekkert greint sérstaklega hvort að það átti við þennan bekk og þetta erindi eða ekki. En við erum að leysa forföll í 1. til 5. bekk. Þess vegna eins og kom í bókum fjölskylduráðs ætlum við að endurskoða þetta við næstu fjárhagsáætlunargerð af því að það veit allir hvernig staðan er og þetta var ákveðið að þetta yrði svona þannig skólaveturinn og er þá vonandi tækifæri til að endurskoða þetta í haust. Kristín hefur lokið máli sínu, orðið er laust þennan lið. Eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá er orðið laust. Svo er ekki, þá förum við í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs númer 230 og 231 og eins að taka fram í hvorri fundargerðinu og í hvaða liði í þeirri fundargerð fólk vil taka til máls og þá er orðið laust. Enginn sem við tjá sig þær, þá förum við í fundargerðir byggðaráðs sem er fundargerðir nr. 512 og 513 og það er þá eins að taka fram í hvorri fundargerðir og í hvaða lið fólk óskar eftir að taka til máls og orðið er laust. Ég var að því. Hvað segirðu? Já,
Við sést í fundargerðum Byggðarráðs og orðið laust þær. Enginn sem óskar eftir að ræða fundargerðir Byggðarráðs, þá teljast þær framlagðar og að lokum fórum við í fundargerð Orkuveitu Húsavíkur með 272 og orðið laust. Benóni Valur hefur beðið morgjör, svo Benóni. Forseti, nú er ég að hugsa að biðja smá söguskýringu. Af því að við elskum söguskýringar í sveitarstjórn og ég er að velta fyrir mig mál númer 1 á fundinum sem er hlutafjáraukning í nýsköpun. Í fljótu bragði sýnist mér nýsköpun ekki koma Orkuveitu Húsavíkur nokkuð skapaðan hlut við og ég skil ekki af hverju áttum hlut í upphafi og því síður af hverju erum að bæta þá við hann. Þannig að ef einhver hér kann söguna því af hverju við áttum hlut í upphafi þá þetta er mjög gaman að fá að heyra hana. Benóni hefur lokið máli sínu og með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn þegar var að fara á staði með þetta áhugaverða verkefni á sínum tíma. Algjört nýsköpunarverkefni, mjög lítið verkefni sem einfallega vantaði fjármuni til þess að koma á stað. Og þeir voru auðsóttastir því að ég sannlega má segja að þetta tengist ákveðin svona orkugeira. Þessi meðal annars þörungaframleiðsla og svona sem tengist orkugeiranum, hitinn í jörðinni og svo framvegis. Það var auðsóttast á sínum tíma að Orkuveitan myndi stíga inn í þetta, meðal annars þessi tenging þá Húsavíkur upp til Þeistareykja og svo Mývatnssveit og þessi hringiði í kringum það, að þá var ákveðið að setja pening í þetta, Orkuveitu Húsavíkur. Og það var alveg rætt á sínum tíma og alveg einmitt þessi valið, þessi réttmæta spurning. Af hverju er Orkuveita Húsavíkur að setja lítið hlutafé eða yfir höfuð fé bara inn í verkefni í öðru sveitarfélagi? Það má líka segja það að Orkuveita Húsavíkur er með orkuveitu starfsemi í Þingeyjarsveit þar sem þetta er. Það má líta það sem ákveðna svona tengingu. Við erum með hitaveitu sem nær niður í Aðaldal og vestur í Kinn. Þannig það er alveg tengingarnar er alveg augljósar og féð var auðsótt á sínum tíma og við ákváðum í stjórn Orkuveitu Húsavíkur með þau mjög svo spennandi verkefni sem er að fara á stað. Ég hvet kjörna fulltrúa að kynna sér það í tengslu við uppbyggingu á Þeistareykjum og þá nýtti fjárfestingafélag Þingeyinga Norðurþings og þá Orkuveitu Húsavíkur að sem sagt fara og nýta sinn hlut í þessu og jafnvel meira. Og ég held að vera mjög spennandi þegar verið farið að fara inn í þessi verkefni í tengslu við Þeistareykji og það mun mögulega flæða, hvað orð sem ég ætti að nota, það mun alveg hafa gæta áhrif á þeirri uppbyggingu sem mun eiga sér stað við Þeistareykjavirkjun niður til Húsavíkur. Kannski munu skapast þær í framtíðinni í tengslu við þetta verkefni, meðal annars að því Orkuveitan setti litla fjármuni inn í þetta í upphafi. Kannski hefur það áhrif á 10 störf, 20 störf. Það getur þess vegna farið niður í Öxarfjörðinn, Mývatnssveit eða eitthvað annað. Þannig að ég held að það hafi verið skynsamlegt á sínum tíma og skynsamlegt að Orkuveitan auki hlut sinn í þessu verkefni, stærra verkefni, og því þetta fyrir að tengjast enn meira öllu sem tengist orkugeiranum og jarðvarmageiranum sérstaklega. Og orðið laust. Benóni Valur hefur beðið orðið öðru sinni, gjörðu svo vel, Benóni. Forseti, ég þakka fyrir skýr og greið svör, þetta leysti málið. Ég hins vegar vil taka fram að ég er bæði mikill aðdáandi nýsköpunar og hef síðan svo neitt að móti því Orkuveitan í því. Ég vildi fá að vita af hverju. Takk fyrir. Benóni hefur lokið máli sér, orðið þá laust þennan fyrsta lið eða aðra liði í þessari fundargerð sem nú bara hinn liðurinn. Svo ekki, þá lokum við þessum fundi og förum í fundargerðina. Sem ég sé
Eiginlega ekki. Nei, ég held að svona. Förum ég að renna yfir fundin. Fyrsta mál er 50 ár frá Kóparskers skjálftanum. Þar tóku til máls Katrín, Helena, Soffía, Ingibjörg og Hjálmar. Og ég sem að lesa ekki bókun aftur, ég held að hún standi bara hérna eins og hún lesin áðan. Og þetta þá bókun sveitarstjórnar. Mál númer 2 sem óskum endurnýjun á vindorkukosti. Sömuleiðis ætla ég að hlífa fundinu við að lesa upp þá tillöguna og þá eins bókun fulltrúa Vinstri grænna, en sveitarstjórn samþykkir þá með 7 atkvæðum Áka Benónís, Eiðs Helenu, Hjálmars, Kristins, Soffíu það að óska eftir þessum breytingum sem kveðið á í tillögunni og Aldi og Ingibjörg greiða atkvæði á móti og leggja fram bókun. Mál númer 3 eru gjaldskrár Norðurþings. Þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi gjaldskrá samhljóða. Mál númer 4 eru reglur afslátt af fasteignaskatti og þar tók Helena til máls og sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða. Mál númer 5 sem endurskoðun húsnæðisáætlana. Þar tóku til máls Helena, Aldi og Hjálmar og húsnæðisáætlanir Norðurþings vegna ársins 2026 bornar undir atkvæði og samþykktar samhljóða. Best ég komið að þær verði þá auglýstar eins og við var kveðið á síðast að verði auglýstar á heimasíðu sveitarfélagsins. Mál númer 6 sem störf sem undanskilin verkfallsheimild til Norðurþingi. Þar tók Katrín til máls og sveitarstjórn samþykkir listan samhljóða. Mál númer 7 sem úthlutun á byggðakvóta til byggðarlaga. Þar tóku til máls Hjálmar og Benóní og sérreglur Norðurþings bornar undir atkvæði og samþykkt samhljóða. Mál númer 8 í jöfnun atkvæðavægis sem breyting á kosningalögum. Þar tóku Helena og Hjálmar til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að gera bókun byggðaráðs að sinni. Mál númer 9 sem samkomulag fornminjaskráningu í Norðurþingi. Þar tóku Soffía og Áki til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu eða afgreiðslu skipulags- og framkvæmdaráðs. Mál númer 10 sem óskum lóðarsamninga aðalbraut 24A afgreitt án umræðu og samþykkt samhljóða. Sömuleiðis mál númer 11 samþykkt samhljóða. Svo það frístundastyrkir 2026 reglurnar voru bornar undir atkvæði samþykkt samhljóða. Þar tóku Kristín og Helena til máls. Svo það fundagerðir og það var fundagerðin fjölskylduráðs í fundagerðinum 233 í fyrsta lið. Í 233 í fyrsta lið þar tók Aldi, Benóní og Kristín til máls. Svo það fundagerðir skipulags- og framkvæmdaráðs lagðar fram án umræðu, sömuleiðis fundagerðir byggðaráðs og í fundagerð Orkuveitu Húsavíkur undir fyrsta lið tóku til máls Benóní og Hjálmar. Fleira ekki gert og fundi slitið. Núna korter yfir 3 eru athugasemdir í fundagerðina. Nei, þá skoðast hún bara afgreidd, samþykkt og fundi slitið.